Komið sæl og velkomin í Bílasport. Við erum stödd í Jósefsdal, en hér fer fram BF Gullriðstorfara bílabúða Benna. Við skulum byrja þáttina á að fylgjast með flokki sérútbúinna bifreiða, en þar keppa tveir Svíar að þessu sinni. Síðar í þættinum munum við fylgjast með brot úr brautarkeppni Shell-vélsleðakeppninnar, en við skulum byrja þáttina á torfærinu. Að þessu sinni voru 19 keppendur skráðir til leiks í sérútbúna flokkin, en 16 þeirra tóku þátt í keppninni sjálfri. Það var Jeppaklúbbur Reykjavíkur sem átti í veg og vandaði þessari keppni, en ég fengi til liðs við mig Guðbjörn Grímsson, formann Jeppaklúbbs Reykjavíkur. Komdu sæll, Guðbjörn. Komdu sæll. Nú var þetta mót vel sótt, talaði áhorfendafjölda í kringum 6.000 og bílalest sem náði alla leið að Höfðabakkabrú. Ertu ánægður með þessa keppni? Já, ég get ekki annað að vera ánægður með það svona. Að vísu þetta var framar öllum okkar björtustu vonir og höfum við þó hingað til verið taldir frekar bjartsýnir. Já, hvað er nú meginmarkmiðið með svona keppni? Já, meginmarkmiðið að, eins og við átt sagt áður, það er kannski að reyna að gera hið ómögulega og svona plata Newton-gamlan svolítið. Er ekki líka málið að fá aksturinn af náttúrunni inn á sérstakar brautir, þar sem menn fá að rótaði vild? Jú, markmið félagsins náttúrulega fyrst og fremst svo að taka fólk út úr náttúrunni inn á lokuðu svæði til þess að fá sína útrástíðar og við erum ágóðum árangur með það. Þá skulum við vinda okkur í keppnina sjálfa. Þarna erum við í fyrstu þraut. Sigurður Gíslason er hér á hlébarðanum árgerð 91. Hann er með 350 vél sem er áætluð 350 hestöfl. Hann er með gírkassa 350, millikassa Dana 20 og læsingarnar á honum eru soðnar að framan og aftan. Skulum sjá hvernig hann fer í þessa þraut. Já, alveg hreint ótrúlega tilþrif hana. Það er ekki verið að spara það. Nei, það er bjargóna þarna í gjöfin. Hann hefði annars farið illa út úr þessari veldu. Það er merkilegt að sjá hvernig hann krækir dekkin hérna og snýr sér að það. Það rettar hún alveg. Og fer 100 stig, kemst þarna upp á barðið. Krækir við svitt dekk. Næstur er Magnús Bergsson á Willys 48 árgerð. Hann er með 350 Chevy-vél í bílnum, gírkassi 350 einnig og millikassi 20 og hann er eins og flestir með svoðið að framan og aftan. Skulum sjá hvernig það máta brautina. Já, það er ekki að hrækja framhjá nú hátt. Það er aðeins í 85 stig. Það var það Reynir Sigurðsson á kjúklingnum 91. Hann er með 350 Chevy-vél og gírkassi 400 með svoða framan og aftan. Þessir allir eru þekktir frá keppninni í fyrra. Skulum við sjá hvernig Reynir fyrir þrautina. Nei, þarna hefði nú mátt gefa þessi Reynir allavega. Já, það var kannski svolítið vont. Eftir að vera nýbúinn að sjá fyrsta bílinn fara hringinn. Já, einmitt, það tekur úr þeim. Þarna sjáum við Gísla G. Jónsson á Dýrster 90 árgerð. Góður upp. Hanna, að sesta hann bara á afturrendan og færa aðeins 55 stig. Hann fer á snemmu í loftið. Það var að Steinar Guðsteinsson á Dýrster 68. Er hann ekki nýr þarna? Jú, Steinar er nýr og hann er í rauninni bíllinn er gamall og gamall reyndur og ég hef alltaf jafn gaman að sjá Jeppa í þessu á móti Grindavík. Fá gamla lukkir, orðað þannig. Hann fær hérna 35 stig. Þá var það Jón H. Hafsteinsson fyrir sætunni 90 árgerð með 302 vél og áætluð hestöfl eru 250. Gírkassi C4 og millikassi Dana 20 og hann er með læsingar ESABA framan og aftan. Það er svoðið. Já. Fínan í nóg. Jæja, þarna sjáum við örlítið betri árangur en hingað til hefur sést. Það virðist vera þeir hafi flestir farið helst mikið til hægri. Já,
Nú þarna sjáum við einn af gestunum okkar, Henrik Wesa frá Svíþjóð. Hann er á Rover 215 með 152 hestöfl. Er það ekki fyrir lítill kraftur? Jó, hann bætir nú upp með nitro eitthvað og hann er léttur bílinn, hann er svona 850 kíló. 850 kíló, sko. Það er náttúrulega alveg nýtt fyrir okkur að hafa svona létta bíla í keppni, er það ekki? Jú, þetta er það réttast sem við höfum séð. Það stóð hann sig vel þarna. Hoppaði þarna léttilega upp á barðið. Sér það að hann fer töluvert meira til hægri heldur en að gera. Nei, vinstri fyrir því. Já. Þannig að við farið á mátulegri ferð þarna til þess að vippa honum hann upp á. Þarna losnar hann við dekki hann að hvítt ekkur götubílaflokk, eða ekki? Jú. Þraut götubíla, sem að þeir eru klús kannski á. Næstur er Gunnar Guðjónsson á Willys 47 með 383 CV-vél, glímkassi Sagina. Hann er eins og þeir flestir með svoða aftan og framan. Hann er nú þekktur fyrir annað en að vera banginn. Þetta er alveg glæsileg tjúkur hjá hann. Hann er rétt sniðar við dekk sem er ofta að fara að hægra megin við. Þú heyrið þarna að mótorinn fúskaði. Það var nitro og var að hrekkja hann þarna þessi fyrstu braut. Já, þarna séum við Stefán Sigursson á skutlinu 89. 350 vél. Hann er með nóspinna framan og aftan. Er það eitthvað fræði orð? Já, nóspinna. Það er farið fram að þessu hljónu. Já, hann er betur átt að halda grípuna framan. Hann er eflaust töluvert lengra með því. Það fór auksvöldin það bara í lendingunni. Já, hann hefur verið í ómiklu átaki þegar hann lendir. Já, það er... Sérðu hans það. Hann er því ekki að slá af þarna nú. Þannig að... Já, á næstur er Þóri Sjött. Þetta er mjög óvenjulegu bíl sem fólk tók mikið eftir. En ég spurði Þóri hvenær hann hefði fengið hugmyndina af þessu bíl. Já, það er eitthvað svona ár síðan. Síðan var ég að hugsa þetta svona fram á áramótum og búinn að þá að sjá þetta alveg út hvernig þetta átti að vera og svo byrjuðum við að smíða. Það var allt til. Og er það rétt sem ég heyri hann sem er beygjur á öllum fjórum? Já, hann er með beygjur á aftan líka. Það er stjórnað með svona stýripinna, með hreyfið fram og tilbaka. Svo er sjálfrétt í búnaður, þannig að þegar kontrollinu á aftan er sleppt þá er réttina sig alltaf af. En það er auðvitað alveg grundvöllur fyrir því að geta stjórnað svona tæki. Það þurfi ekki að hugsa í hvaða átt að snýra aftan. Hérna sjáum við hann koma. Hann er með 427 vél, áætluð hestöflur er 730. Powerglide gírkassa, með fjórhjólastýri eins og tók fram sjálfur. Þarna sjáum við hvernig hann beitir afturhjólunum upp í brekkuna. Það kom mér verulega óvart hvað hann gat haldið rósinu og stjórna tækinu alveg sko við erfiðustu hugsanlegu aðstæður. Hann beygir raun og veru afturhjólunum inn, réttir sig af. Síðan sagði hann mér eftir og hann hefði bara hreinlega vilst. Hann hafði alla burði til þess að fara upp hólinn. Já. Þarna fer hann eiginlega út úr brautinni og snemma. Sem hann dekki hérna hægra megin við hann, þar sem hann á að fara hægra megin við. En er þó fyrstur að klára hérna upp barðið, alla leið. Nú næstur í þrautina er Benedikt Eiríksson. Hann kallar bílið sinn Tíkin 91, 327 vél sem er áætluð 300 hestöfl með Powerglide gírkassa. Virkilega smekklegur bíl, Guðbjörn. Jó, þetta er mjög öflugur bíl. Við köllum Benna Dalabenna. Árum áður þá keppti hann þarna á Willys og áður hann smíðaði þennan bíl upp á þeim Willys. Það á enginn, held ég, meiri tilþrif heldur en hann akkurat í Jósdalnum. Þarna sjáum við Helga Sjött á Willys Grind 73 árgerð með 360 vél áætluð hestöfl 350. Helgi kemur frá Akureyri og hefur verið í mikilli framgang, eða sem sagt hefur sýnt geysilegan árangur í keppnum í gegnum árin og alltaf verið í framþróun. Þetta keyrir miklu öryggi. Já, hann virðist kunna að beita bílnum rétt hann upp
upp á barðið? Það er sama sem gerist með hann og Þórir, að hann sem sagt villist þarna í brautinu raun og veru. Já, ætli hann sé ekki elda þá förur hans? Jú, ég gruna það. Hann hafði alla burði til þess að fara alla leið upp líka. Já. Nú næstur er Einar Gunnlaugsson á Bleika Partusunum 91 árgerð með 327 CV-vél og við skulum sjá hvernig hann fer í þessa þraut. Hefur Einar keppt líka áður? Já, hann hefur nú eitthvað gert áður en Næstur er Óðinn Magnússon á kettinum 92 árgerð með 455 Buick-vél sem er áætluð hestöfl 450. Nei, hörðu. Þarna hefði hann nú mátt slaka eins á gjöfunni. Er það ekki það sem fer með hann hérna í restina með sína staði? Ef hann hefði náð að gefa eftir hérna. Sjálfskiptingin heldur við. Það er nú ekki... Hann hefði getað bakkað sig út úr þessu eða kúplað frá en sjálfskiptingin heldur hún þannig að hann ljóði eitthvað að bæta með þetta. Hann er þó að krækja sig í 130 stig, en þetta er eina þrautin sem hann fór í. Þá er það Tromp-Svíana, 500 hestafla bíl sem Fredrik Olsson leikur. Ég spurði hann hvort það væri fleiri slíki bílar til í Svíþjóð. We have about 5 that are finished now, but we have at least 5 more that are under construction. Has this event been on in Sweden for a long time? No. 2 years ago we were 4 guys over here and watching a race. And this was the first car we built in Sweden. Is it unique in Sweden? It's different. Fóru ekki hérna Íslendingarnir í heimsókn til Svíþjóðar? Jú, við fórum og héldum sýningarkeppni fyrir þá og þeir lærðu það svo vel að þetta er útkoma. Einn sá flottasti keppnisbíl sem ég hef séð í Torfæri. Nú er það... Hvað smíði var það? Nú taka þeir fram þyngd bílsins, 1200 kíló. Skulum taka eftir hvernig það fer hárrétt upp þessa hraut. Það hefur okkur ekkert fyrir það. Alveg ótrúlega tilþrif. Réttum yfir dekkið hann í brautinni og þanga þaðan beinustu leið gegnum enda hliði sem er hann upp á tofnum. Þá er það Árni Kópsson, Íslandsmeistarinn frá því fyrra, á heimasætinu 90 árgerð. Það er gaman að sjá hvað hann gerir á eftir Svíjanum. Það er okkar engast ökumaður, þannig að við lögðum allt okkur traust á hann. Hananú, hvað var það sem fór hjá hann? Það vendir hérna. Já, það er frákastið. Svo fer framöksuð sko, þannig að hann hinum megin. Já, missir gripið þeim megin. Nær ekki að klóra sig upp að framan. En Árni veit allan tíma þarna hvað hann er að gera sínum því að sko, hann missir bílinn hérna. Já. Hann ætlar að bjarga honum út úr veltunni, missir framöksuðinn og hann sem sagt tekur á því alla leið. Það tekur mikið á svona fall. En þá förum við í þraut 2. Hún var nú svona í það brattasta þessu menn og var það að sleppa þraut 3 af því að hún var álíka slæm. Hvað áttirðu við með þessum þrautum? Var þetta ekki alveg út í hrófa hött? Og hann var allt Jón H. Hafsteinsson? Við leitum, brautirnar urðu of þungar miðað við að þetta er fyrsta keppni ársins. En ég hef séð þrautir ekki ósvipað þessu gerðar og ég er sannfærður það upp á miðju sumri þegar að strákarnir eru komnir í sitt venjulega form. Þá fara það rétt með það. Já, og það var það staðan eftir aðra þraut. Fyrsta sæti Fredrik Olsson með 310 stig, öðru sæti Gunnar Guðjónsson með 195 stig, þar á eftir Stefán Sigurðsson með 170 stig, fjórða sæti Sigurður Gíslason 160 stig og í fimmta sæti er hinn Svíins Henrik Wesa með 140 stig. Þá förum við bara yfir í þraut 4 því við slepptum þraut 3. Hún var tekin úr
keppninni. Þarna sjáum við jaxlinn. Það er að segja bíllinn heitir jaxlinn, ekki einandinn. Þetta er ógurleg orka þarna í gangi. Já, 730 hestafl. Hann var aðeins með 3 öxla inni þarna. Já. Og fékk 55 stig fyrir þessa þraut. Það var það Benedikt Eiríksson frá Selfossi. Sjá hvað hann gerir. Já, hann nær þarna upp á... Nei. Þarna er illa að fara með fallaðan bíl. Byrja rétt og byrja vel, svo verður virðist vera þarna búinn á bílnum hérna, snýr hún á mikið og augnablikshyggja hérna. Það verður til þess að Já, missið þyngdar. hann því ekki að snúa honum, þess að hann hefði getað farið Já, keyrt sig úr beygjunni. kissi niður í staðinn fyrir. Það var það Helgi Sjött. Hann er með rás númer 13 í þessari keppni. Ég ætla að vona að það sé ekki á ákvartalinn hans. Já. Hann gerir þetta alveg hárrétt, en missir hann að drífa það framan. Hefði getað hjálpað honum upp alltaf leið. Fær 230 stig og kom með 370 alls. Þetta er nú vel að viki hjá honum í þessari þraut. Fyrir lengst keppnita. Virðist fara þetta alveg hárrétt, eða ekki? Jú, hann sýndist hann hafa brotið hann á framvöxlunum og þess vegna þá vilja glærnarótt eða framvöxlunótt þegar hann brotnar þá spyrnir hann hjólinu frá. Þannig að hann misti hjólu undan. Og þá var það Fredrik Olsson frá Svíþjóð með rás númer 17. Sjá hvernig hann fer í þessa þraut. Já, hann fer þó upp en vittlausu megin er ekki gegnum endahlíði og er þar með komin út úr brautinni full snemma. Hann fær þó 230 stig og kom með 545 alls. Það virðist nú vera nokkuð létt hjá hann. Og þarna spólur hann niður flutningsaðilann sinn. Það er ekki viðing. Og þá var það Árni Kolbsson á heimasætunni. Það er að sjá hvað hann gerir. Fólk hvetur að hann virðist stóla á þennan mann. Illa krumpar að frama hjá hann eftir veltunum. Og eitthvað fúskanum vel hjá hann. Hanna? Vá. Það er bara keyrt niður álíka, ef ekki hraðar heldur en leiðin upp. Já, krækir sig þarna í 240 stig, komið 375 alls. Þetta var nú ágætlega að segja ekki í hann. Það er hann kert yfir hún, sagði. Ja, Árni, hann bjargar sér mjög oft út úr erfiðum aðstæðum með því að halda áfram eins og þarna. Já, þar kemur reynslan honum vel. Þá var það Sigurður Gíslason, 27 ára. Skulum sjá hvað hann gerir. Já. Nær þarna góðu hliðarreynsli. En eitthvað smá hygg og hann rann aðeins niður á við. Nær þó að krækja sig í 255 stig. Kom með 415 í heildina. Þarna vantar nú ekkert nema herslumuninn upp og hann er að byrja þarna í svona fyrstu keppni og mér finnst þetta mjög vel gert. Já, þetta er vel ekki. Þá var það Gísli G. Jónsson, hann keypti þennan bíl af Árna Grant, var það ekki? Jú, þessi bíl er búinn að vera í keppni frá því 87 með einhverjum breytingum. Já, þetta eru glæsilegir þrjú. Afhelgar og uppsamt. Já, það. Nær að krækja í gegnum hlið þarna uppi, en fer með eitt dekk, annars hefði hann fengið fullt hús. Þarna missar hann 15 stig fyrir að taka dekki efst í hliðinu. Það var það Jón H. Hafsteinsson. Ég held að við möttum að fá að sjá mikið og stóra hluti af Gísla þessum. Já, hann verðist að vera góður ökumaður. Hann hefur allt sem þarf. Þarna vantar nú átæki á aftur dekki, eða ekki? Hjá Jóni. Sýndist það.
tók nú ekki eftir því. En þarna sástu líka hvað hann gerði til þess að bjarga sér út úr því. Hann bara beygði undan og fram af. Einmitt. Og þá það léttisvín, ef ég má kalla það. Henrik Wesa. 855 kíló. Þetta nú bara barnaleikur hjá hann að fara þarna upp þó að hann fari vitlaust út úr þrautinni. Tiplar þetta svona. Já. Alveg hreint ótrúlegt að sjá hann að fara þarna upp. Þetta eini bíllinn sem beinskiptur í sérubúnum. Það Gunnar Guðjóns. Byrjaði svoleiðis og hann virðist ekki hafa viljað breyta til. Já. Íhaldsamur. Og hann keyrði þetta mjög vel. Æ. Þarna vantaði nú herslumuninn. Hann hefði bara sett í bakkið og niður af því. Ekkert að hika, þvernýtt niður. Skulum sjá hann koma hérna aftur. Hann þarna í 280 stig, komið með 475 alls. Mjög góður árangur hjá hann Gunnar. Og lofaði mjög góða hérna. Þessu þið þraut. Það fyrir afturhörslan, já. Já. Annars hefði hann eflaust haft það upp. En staðan eftir fjórða þraut sem hér segir. Í fyrsta sæti Fredrik Olsson með 545 stig. Öðru sæti Gunnar Guðjónsson sem saman síðast með 475 stig. Þriðja sæti Sigurður Gíslason með 415. Fjórða sæti Árni Kolbsson með 375 stig. Og fimmta sæti Helgi Sjött með 370 stig. Það var tímaþrautin. Þarna sjáum við Helga Sjött restan fyrsta keppanda. Það valdi hann með öðru kostinn. Við buðum á 2 kosti. Það var annars vegar 300 stig, fullt hús í þrautina eða auðveldari kost 150 stig. Já, var þá að fara beint upp erfiðustu leiðina. Var það 300 stiga eins og þarna? Hann þarna búinn að krækja sig 300 stig? Já. Og tekur þá að vísu dekk þannig leiðinni? En þetta var virkilega snyrtilega gert. Það skáskoðist inn. Þetta tímaþraut, hún skipt í 3 hluta. Henni skipt í 3 hluta, ekki satt? Það 3 brautir sett henni, keyrt á tíma. Þannig að þið fá ákveðin stig fyrir hverja þraut og svo tímanum bætti eftir. Og þannig hann komið í mark. Vel gert hjá hann. Þetta besti árangurinn. 1030 stig í þessari þraut. Þá var það Henrik Wesa frá Svíþjóð. Hann með 250 stig áður en hann leggur í þessa þraut. Og að mig minnir í 8. sæti þá. Bara að sjá hvað hann gerir. Það hægt að komast ótrúlega langt ef mann standa sig vel í tímaþraut. Hérna sér maður hvað svona dekk hafa lítið hliðagrip í snjó. Það ekkert mundu til í þannig. Þeir eru svolítið hræddir við snjóinn og ég tók eftir því að þeir slógu óðurlega mikið af og tippluðu á honum svona hægt og rólega. Hér séum við komum í endamarkið og fær 913 stig. Það mjög vel að segja vikið. Og þá það hinn Svíinn, Fredrik Olsson. Ætlar hérna að fara 300 stiga þrautina en festir hann á hrygnum. Hann náð því hann hefði gefið aðeins betur í. Hann náði að halda framöndanum uppi. En hann einhverja mikil skynsemi. Sjáum hvað hann fer utanlega í þessa beygju til þess að þurfa ekki að bakka. Heldur ferðinni og þarna velur hann auðveldari kostum til þess að halda góðum tíma. Takt eftir hvað bíllinn tippar á og heldur hjólunum niðri. Það ótrúlega fjörun í þessum bíl. Hann smíðar eftir bókinni. Já. Mjög vel smíðaði bíll með að skulu ekki hafa meiri reynslu en þetta Svíarnir. Þeir byrjaði að smíða mótil á hann, lítið mótil. Skoðu hvernig það virkaði og svo fóru þeir að smíða bíl. Já. Það var Árni Kolbsson. Hann ætlaði sér greinilega stóra hluti hér. Einhver mjög greitt.
Þarna ætlar hann að fara efri leiðina en veltir hann í annað skiptið í þessari keppni. Það óvenjuleg sjón. Hann beygði dempara í fyrstu veltunni þannig að fjöðrunarsviðið hjá hann var mjög stutt og var að há honum það sem eftir var. Þarna sjáum við að hann brýtur framhjólsvélina aftur þarna og var að há honum seinna í tímaþrundinni. Þarna er hann eiginlega komin út úr keppni, er það ekki? Jú, í rauninni á hann að vera það. En ég held að Árni hafi bara ekki viljað játa sig sigraðan að þessari brekku. Hann ætlar þarna upp, það er greinilegt. Þarna sjáum við muninn á hestablónu, þetta eru 800 hestöfl. Þarna er þeir eitthvað að segja honum til, er þeir að benda hann var út úr keppni eða? Nei, hann fara inn í brautina aftur sko. Ef þú kemst ekki þraut og þá sem sagt er hlið þarna ofar sem þarf að fara inn í, sem Árni að vísu fyrir ekki. Það er það sem við farið með. Hann fær engin stig fyrir þessa síðustu þrauta. Nei, hann í raun og veru sleppir síðustu þrautinu. Tapar þar mikilvægum stigum. Hann var í 4. sæti fyrir þessa þraut. Það hefði getað náð allavega nokkuð líka en það. Það tekur líka, já, hún í sjálfum sem skiptir ekki máli. Nei, fær 360 stig. Þá var það loka staðan. Fredrik Olsson í 1. sæti með 1455 stig, Helgi Sjött í öðru með 1400 stig, Velasvíkin. Henrik Vesa í 3. sæti með 1163 stig, 4. sæti Stefán Sigurðsson með 1111 stig og Þórir Sjött í 5. sæti með 1065 stig. 7. sæti Magnús Bergsson með 1011, Gunnar Guðjóns í 7. með 850, 8. sæti er Sigurður Gíslason með 809 stig, Árni Kolbsson í 9. sæti með 790 stig og Gísli G. Jónsson í 10. sæti með 745 stig. Það var 11. sæti Einar Gunnlaugsson með 510 stig, 12. sæti Steinar Gunnsteinsson með 405 stig, 13. sæti Jón H. Hafsteinsson með 270 stig, 14. sæti Benedikt Eriksson með 245 stig, Óðinn Magnússon í 15. sæti með 130 stig og Reynir Sigurðsson í 16. sæti með 75 stig. En þá vindum við okkur í sjálfvéðslakeppnina. Við erum stödd í opnum litlum flokk og Benedikt Valtýsson er hér á vinstri hönd.